vöflur eru líka góðar. Pabbi úr Einar Áskell, hann hefur alltaf verið svona fyrirmynd í mér. Það er að segja fyrirmynd bara á því að þetta er bara einhver gaur, þú veist, sem er bara að reyna að gera sitt besta. Og maður sér það í bókunum að hann er ekkert alltaf sá besti, en hann er samt að reyna að vera sá, þú veist, bara að gera sitt besta. Hann á þarna strák, maður veit ekkert hvað mamman er. Það er aldrei minnst á mömmuna. Fattaru? Hann er þarna einn með pabba sínum, sko. Þarna er verið að benda líka á eitthvað sem er ekki verið að tala oft um. Að feður, skilurðu, feður í svona foreldra hlutverki eru ekkert minna mikilvægari heldur en mamman. Allt mitt líf hefur verið eitthvað tónlistatengt, sko. Ég byrjaði að semja ungur, 13 ára, þá samdi ég mitt fyrsta lag. Og þegar að segja, þá var það bara tilraunin, en það hétt Jói og Baunagrassið. Þetta er ég, þetta er Kári, sem er bestu vinur. Þetta er bestu vinur. Flottir. Það sem kannski virkar best með Árna og Jóa, af hverju þeir eru svona góðir feðgar, er kannski út af því að þeir eru vinir og þeir leika sér saman. Árni hefur alltaf verið þannig faðir að hann sko leyfir honum að þroskast og hann leyfir honum að fara í sínar eigin áttir, velja sín eigin farveg í raun og veru. Þannig vorum við líka alin upp af móður okkar og föður að til dæmis ég man þegar Árni var svona 18 ára gamall að þá var hann að spila í Equal hljómsveitinni og mamma var að rifna úr stolti yfir honum. Og það var aldrei þessi pressa að þú átt að vera þessi, þú átt að vera þessi, eða þú átt að vera þessi, gera þetta, fara í þetta. Að það var alltaf bara þú ert þín ein persóna og þú ræður hvað þú gerir. Og ég held að hann sé að gera einmitt það við og hann bara segir þú bara gerir það sem þú vilt gera, en ég ætla að reyna að hjálpa þér á þann farveg sem þú vilt fara á. En á þessum tíma, 99 til 2004, þá missi ég foreldra mín. Pappi 99, mamma 2004 og á þessum tíma þá breytist bara mitt líf, sko. Þegar mamma fer, þá flytti ég aftur í bæinn, missi svona fótfestuna, skilurðu, og leiðist út í heim eiturlyfja og djams. Og verð þar í nokkur ár, sko. Missi alla löngun á að semja músík, missi allan hæfileika á að semja músík, sko. Tók þarna líka lífsvilja og bara trú á lífið sjálft, sko. Mér var alveg sama allt, sko. Móðir missir náttúrulega hafði bara það mikil áhrif á mig. En það sem að bjargaði mér frá þessu og af hverju ég er svona í dag er Jóhannes, sonur minn, sko. Ég var bara nobody áður en hann kom. Og ég hef fallið tvisvar frá því að Jói kom í heiminn, en þau kenndu mér allra mest þessi ferð, sko. Þau kenndu mér bara lífsregluna, hvað er rétt og hvað er rangt. Og hvað er hægt að gera betur. Beta sem sagt eignast Jóa 3. maí 2008 og þá er ég búinn að vera í 4 ár í ógjafi, sko. Og þetta var svona kraftaverkið bara í mínu lífi, sko. Mér þykir ótrúlega vænt Árna og ég er ofboðslega þakklát og heppin og ég er full viss það og veit það vel að okkur var ætlað að koma saman til þess að búa til Jóa. Það er alveg hreinar línur. Þeir eru bestu feðgar sem ég á ævi minni vita um.
Þeir eru náttúrulega bara dásamlegir saman. Það er ótrúlega fyndið að sjá Árna með sinn athyglisbrest. Og svo kom Jói með sinn, þannig að þeir eru mjög fyndnir og þeir eru svo flott tím. Kærlega vinir og maður sér það strax, þeir munum verða það alltaf. En það er líka frábært að Jói er svo mikla virðingu fyrir popsins. Árni með svo góða reglu og þannig að ég vil meina að það eru að popsinu alltaf mest þetta, sko. En þetta hefur verið að þú varst að spyrja áhugann, það er nummer 1 og 3, það er að geta sami músík, komið henni frá sér og haldið áfram. Og þú veist, þetta öðlaðist ég aftur eftir að Jói kom inn heim. Ég þakka honum bara fyrir þetta líf. Geti alveg tekið þetta.